hvað væri mest til í að gera Ákveður núna? Nákvæmlega núna. Ég væri bara geðið til að horfa okkar YouTube-umband. Og þetta er horfa á YouTube. Sko, ég er búin að vera með þráhyggju fyrir einu síðustu dag að fá með gulltennur. Gulltennur fyrir alla tennuna hennar? Nei. Eina. Það? Já. Sæði það tennur? Að fá með gulltönn. Ok. Meina ég. En hvaða tönn? Við hliðin á framtönninni? Já. Ég er búin að vera að spá mikið í þessu. Finnst það ekkert slísi? Bittu. Ég er búin að vera að spá mig slísi, bara hefur séð líkaminn, hann er svo krótblað. Líkaminn er bara það, veist, ég er ekki með eitthvað svona Pinterest tattoo, skilur. Ég er ekki með eitthvað perfect Bali línur einhverstaðar. Ég er svo sketchbook. Nei, það sem að ég var alltaf að spá ég að setja gull í neðri góminn. Og ég hef hugsað sko alltaf margir sem ég þekki sem eiga svona grills. Já, skoðu myndir af gulltennum eitt smá. Það er margir sem ég þekki sem eiga grills. Mér finnst eitthvað ógeðslegt við það. Og ég ekki, sko, lúkkar oft mjög cool. Síðan alltaf eitthvað svona taka úr þér og svona sjúast lefið og geima það í pappír og meðan þú ert að borða og en það er tilfellt af flottum grills sem að Grills er bara svona get tough gómur, ekki? Jú, ég skrifaði allir með bara Migos grills, þá fær alveg upp mikið af menn eru bara með ógeðslega nettar tennur, skilur. Já. Þið finnst það ekki? Nei. Kannski er ég held að ég sé mjög eitraðan huga af því að vera rappari, skilju. Ég held að sé búið að eitra huga minn meira en þinn varðandi... Svona þú? Já. Þú veist, mér finnst þetta alveg cool á... Varst þú að spá ég að fá gulltennur einhvern tímann? Nei. Mér get ekki þetta. Ég ætla að segja, þú veist, ég var alltaf að spá ég að fá mig niðri. Þannig fer ég til Ingu tannlæknis og fer til Ingu tannlæknis sem búin að vera tannlæknir minn bara... Hvernig fættist maður? Síðan ég kom til Reykjavíkur hér á 5 ára. Og... Já, við höfum alltaf rætt hann áður, skilur eitthvað hvort þú viljir þekkja tannlæknir eða ekki. Já. Ég þekki Ingu ekki shit, skilur hún er samt bara alltaf upp í mér, skilur Hún bara sjá þig líka bara verða manni. Ég hef oft spáð í þessu, pældi í því, hún sér það bókstaflega, af því að ef þú býrð með einhverjum, eins og ég bý með sinni mín og ég auðvitað teki eftir eitthvað svona, hann byrjar að segja nýtt orð, en ég sé ekki svona digg, eins og þegar þú sér svona myndir af liði sem er búið að taka mynda sér einu sinni í mánuði í 30 ár, eitthvað svona bullshit-vídeó, svona vídeó sem voru geðvist impressive fyrst, en í dag er maður bara djúðn eftir að eða tímanum þínum í eitthvað sem hún fækst ekkert fyrir. Og hún sér mig, kannski einu sinni 2 ári, og hún fær alltaf svona og bara smám saman fær ég bara úr því að vera barn, yfir að vera úlingur, yfir að vera handsome, fullorinn hunk. Já, ég mitt ég sé fyrir mér læknirinn er basically að sjá þig einhvern veginn svona, sko. Hvað er þetta að sína? Þú verður að útskýra það fyrir fólk sem er ekki að horfa. Þetta er bara planta, svona stop motion af plöntu vera að vaksa. Þú sérð hann að vaksa fyrir fram að þig. Já. En við erum smá sem að láta eins og tannlæknirinn bara leggist í dvala. eins og tannlæknirinn leggist í dvala þegar þú ert ekki hjá honum og bara þegar þú kemur þá bara svona klung. Nei, samt náttúrulega þú ferð alltaf og kemur aftur, skilur. Heldur að tannlæknirinn þykir væntið þig? Ég fekk pínu svona peningavæp, sko. Ertu búin að vera með saman tannlækning sem áskrakki? Já. Myndur þú með því fyrir hennar? Nei. Nei, okkur, ég myndi ekki sem vita. Ég veist bara, já, ok, damn. Ok, ert þú með lausan tíma?
Ég myndi, ekki það, ekki sem spá mikið í þessu, en ég myndi alveg votta virðingu mína, skilur, þetta alveg svona... Myndur þú fá símtal bara, Gauti, er þetta Gauti? Já. Inga var þetta, já. Ég myndi örugglega gráta, sko, Já, var einu sem við tannlæknir sem dó. Og fannst það gráta? Mér fannst það mjög sorglegt. Það er alltaf sorglegt til einhvern degir. Ekki alltaf. En ég fer ekki í jarðarferð með öllum sem degi. Með þú veist sem maður þekkir, ég veit það ekki Hefur ekki sem bara verið hefur aldrei verið fasta viðskiptanur kannski ekki to this extent, skilur mig en hefur ekki verið fasta viðskiptanur einhverstað áður? Ég man ekki, er einhverjir staðir sem þú ferð bara alltaf einu svona ári til eins og tannlæknis manstu eftir, hvert fyrir annað heimilislæknir til dæmis ekki eitthvað sem að þú ert ekki með fastan tíma og hann svona Ég sem búin að vera sama heimilislæknir síðan Já, en það ekki einu svona árið sem hann skoðar líkamæðin Nei, hún tjekka bara á mér að 10 ára frest Hún ekki alltaf eitthvað að bora af þér hluti Nei Hann ekki, heimilislæknir ekki að þrífa þig Þetta bókstaflega, ég ekki að gríðast á hverju einasta ári fer ég og hitti mannesku sem setur puttana upp í mig putta mig í munnin og þrífur á mér tennurnar og rukka mig 15 skall fyrir það mér líður að það sé í þau skipti sem ég ekki að láta að gera eitthvað að taka myndir eða röngana eitthvað þá finnst mér bara eins og þess að ég verið að tampast fyrir fokkin 15 skall Er það svona? Er það? Fílar ekki hana Finnst þér ekki alltaf eins og langaði ekki alltaf að segja Jú langaði ekki alltaf að segja getur þú riksu aðeins nær bara það sem vatnið að fara ón í hálsinn Jú, en mér er líka svo gaman að festir Þú får að reyna að losa það svona bara átt að við kynna það mínar Mér finnst það alltaf þetta það eitthvað svona riksu upp mér en mér líður eins og náu ekki alveg vatninu sem liggur alveg aftast á tungunni Já, bara sett hann í hálsinn og ég kingi vatninu og það er svona smá eins og sé sandur í vatninu Já, það er eitthvað iffi bragð þarna sko. Já, hún er svona saltblá hún er í raun og veru er tannlæknastofa bara löður tannana pælda eins í þessu þetta er bara að fara til tannlæknis er bara smá svona löður tannana og þetta er bara svona miniatúr útgáfa af löður það er háþrýstidælan það er ryksugan skilur þetta er bara sama skilur þetta er bara löður tannana Þetta er bara sama en svona in that sense myndirðu meika fara tannlæknis svona ef að til dæmis ef það bara væri svona hreinsun og það væri bara eitthvað vél sem myndi gera eins og löður skilur mig Ég held að það sé framtíðin Ég held að 100% framtíðin Það ekki, og sérst bara stólka Hefur þú séð hvernig bílar eru búin til? Já Það gerist nákvæmlega svona það kemur svona vélarmur og svona setur saman bílinn skilur ég sko menn eru með sko róbota sem er að við vorum að tala um þetta í gær ég og konan að kaupa okkur svona svona ryksu róbot ég elska þegar líf mitt er komið á þann stað þar sem að ég bara það er umræðan sem ég á kvöldin skilur Já, bara, en ert þú ekki að tala um hvort það sé eitthvað vélmenni að reyna að take over eða eitthvað þannig ja? Nei, ég held að muni gerast ég held að einn daginn munum við þurfa að kljást við einhvers konar gervigreind en ég held að gerist ekki meðan við erum á lífi Ok, ertu búin að sjá hérna Boston Dynamics spot? Ég ætla að klára eitt með gulltennar Já, ég fer til hennar okay. Ég fer til hennar og ég er eitthvað ég ætla að fá ég spáði að fá mig gulltennur og hún bara, nei ég vil fá gulltennur og hún bara, nei, ég neita að eyðileggja tennar og það er að því að ég hef aldrei fengið skemmt og það sem þarf að gera til að ef ég væri til að fá mig til með skuldtönni í nærgóm þá þarf sko að minka tönnuna það er að minka hana það er að skafa hana niður í taka glerungin af og setja sér gull ofan á en hún sagði, ég skal bjóða þér þú getur fengið gull í að því ég meina gerfitönn uppi this guy
sem hliðin á framtönninni og mér hefði ekki fundist neitt mál að gera þetta niðri af því það bara, ég með gulltönn hún sést eða aldrei fyrir brosi en að fá mér gulltönn í efri góm, hliðin á framtönn það svo mikið dedication. Já, ég 100% sammála. Það dedication, en mér líður bara eins og þetta sé rökréttur partur bara... Rökrétt næsta skref. Já. En hefur ekki frekar átt að gera þetta fyrir 5 árum? Akkurru? Þú veist bara eitthvað endalist af giggum, brjála, þú veist. Það var bara COVID, það var líka endalist af giggum bara að verða aftur endalist af giggum, skilur við? Það sem við vorst að reyna að koma sattulega að ég sé orðin heimilisfæðir og þessi óviðandi að fá skuldtönn núna. Já. Já, þú veist. Basically, ekkert sagt. Nei, ég fílaði, maður. Ég eins og ef börni mín ætla að fá sér tattoo einn daginn, það bara þeir komin á aldur. Ég mæli með því að fólk býði með að fá sér tattoo. Ég byrjaði að fá með flúr 15 ára og ég get bara lofa ykkur því að það sem þið hugsið þegar þið eru 15 ára ef þið eru 15 ára eða yngri jafnvel 16 ára og það er einhver klikku hugmynd að fá sér drega á hálsinn núna ég get lofa ykkur það verður ekki geggjum hugmynd eftir 10 ár. En hvað var fyrsta tattoo þitt? Kross á bringuna. Sest hann ennþá? Nei, ég fekk mér yfir hann. Er þetta líka komið yfir hann að gaurinn hana? Nei, ég hef ekki þarna træpálgeimur Nei, ég skal segja sögum það. Það er bæði sko krossin, eina ástæðan fyrir flúraðu krossin var að því að mér langaði meira pláss mér fannst krossin ekkert ljótur mér fannst bara leiðilegt hvað hann var á mig langaði að fá mér risa chest piece skilurðu, þannig ég flúraði bara yfir það træbalgeimveran hins vegar sem er náttúrulega sko merkið utan á gamalli hjólubrautabúð á Akureyri. Er það mólið? Já. Er þetta undirheimara? Nei, hvað heitir þetta? Nei, Underground var á Ingolstorgi. Hólan var á Akureyri. Hólan? Já, það var hjólubrautabúð. Ég fekk fyrsta hjólubrautu mitt þaðan. Tindilhekkurinn, er það eitthvað? Tindilhekkurinn var Reykjavík. Já, ok. Hólan var á Akureyri og ég var eitthvað svona hugsa maður með 15 ára. Að ég fekk með fyrsta hjólubrautið þarna þá verði ég að fá mér træbalgeimur á magan. Og það var þetta hugsunum bara. Já, en finna að prófaðu núna að googlar Hólan á Akureyri og sjáðu logoið, kannski kemur logo, kannski kemur ekki logo, ég veit það ekki. Kemur eitthvað logo, annars get ég líka bara sýnt á með magan, skilurðu? Kemur eitthvað? Nei, ég er eitthvað að fucka upp hérna. Hólan á Akureyri. Nei, ok, fair enough, skilur það kemur bara halló á Akureyri og svo bara hóla kemur bara mið, ok, það er greinilegt að þessi búð er allavega ekki ritu eitthvað djúpt í sögubækunar, skilur en what the hell son? En síðan lendi í því, ég fæ mér þetta flúr síðan 2013 þá er ég að labba á Hróaskildu og ég er að labba að bera ofan það hefur svo ógeðslega heitt og það kemur bara hópur á svona 4 bækurum og þeir sjá mig og þeir eru bara hey you guy, eitthvað you come drink beer with us og ég bara wow, eitthvað og síðan lifta þeir svona upp bólunum þá voru þeir allir með sama tattu og ég á maganum og þetta sprengdi á mig fucking heilan skilur, ég var bara hvað er að gerast hvernig, þú voru að segja með það ég var alveg, are you all from Akureyri? Are you all from þeir alveg, what? Nei, þá er þetta, prófaði núna ég man ekki, get aldrei munað fyrra nafni á hljómsveitinni en skrifaði Newbotten Germany og þá farið upp hérna hvað varst að segja? Newbotten eða eitthvað Botten Germany og þá farið upp réttanafni ég skrifið alltaf vitlaust sko já, sögðu Einstrussende Newbotte er eitthvað svona ég veit ekki eins og hvernig tónlist þeir spila þeir eru frá Þýskalandi og þetta er eitthvað indie eða underground eitthvað, stendur ekki hana Industrial Noise band Industrial Noise?
og það stendur hérna is a German experimental music group originally formed in West Berlin 1980. The group is currently composed of þetta er ennþá í gangi. Þá hitti ég basically þjóðverja, hópa þjóðverjum sem voru allir með þetta tattoo, nema mitt tattoo er ekki alveg eins. Mitt tattoo er svona basic sjáðu, ég sína þér. Þetta vera með þetta en side by side, já. Vá, hvað þetta er svipað. You drink with us. Heldur þið bara værir einhver bæk? Hvað varstu gamall? 2013, ég man það ekki. Er þetta svona, ímyndaði mér hérna, veist, er þetta svona ekta bækirgörar? Já, bara, þeir voru allir þykkir, þeir voru allir eins og svona ísokkimenn, skilur og svona, þú veist, bara svona, þú veist, bara svona skegg og þeir eru með leður í brynjunni, skilur sem í já, og allir svona, ég veit ekki okkur ég er eitthvað, ég veist, að basically eru bara bækarar já, þú veist, þeir eru ekki á okkur svona þú veist, Suzuki sportgæði, þetta er Harley-gæðir. Ja, Harley-gæðir. Og veist nákvæmlega hvað típur er þannig. Já, svona, það ekki. Það er bara eins og ég er ímyndað mér. Með skegg og Sons of Anarchy, eitthvað. Já, bara nákvæmlega þannig, nema aukalekarnir. Veist, ekki myndalegu... Þetta er ekki svölugæðir. Þetta er ekki myndalegu gaurarnir í eitthvað fitted flónajakka, skilur við. Þetta eru gaurarnir sem eru, þetta eru hinu gaurarnir. Og ég fyrir að drekka með þeim. Og þeir eru bara, þú veist, byrja sem að tala um þetta band og eru bara, oh, from Iceland, great that you know the band. Ég elska great that you know the band, tala svona. En varst þú að þykjast? Nei, síðan bara, þú veist, komið til ljós og ég bara, no, it's actually Holland from Akureyri, a skate shop. Sagði þér það bara? Já. Þú veist, ég bara var ekki dursu, skilur, sagan endar hana, hún er ekki frábærast að saga. Og rákuðu þér í burti eftir að þið komast að þetta var Nei, ég var ekki útskoður á hópnum, sko, en ég hef lent í þessu stundum þegar ég er að spila á tónleikum, þá kemur fólk upp mér og vill fara að tala um þetta band og undir einhverjum YouTube-vídeóm er fólk eitthvað svona aldrei fíla Gauta en gaman að sjá að hann sé Æstrusen Núbóttun fan, skilur við. Þetta er líka svo fyndið að í gamla daga þegar, þú gast ekki googla svona öðvitað. Já. Þá bara fólk bara, notum bara þetta logo. Þetta var bara það. Þetta er þetta logo. Nei, þetta er þetta logo. Ég veit það, veist ég, að því Siggi frændi átti búðina. Og var hann fan eða? Vinur þeirra teiknaði þetta á blað og síðan var þetta bara notað sem logoið á búðinni. Og ég fór inn svona alltaf flúri yfir þetta. Og það var Siggi Palli, vinur minn, sem var á mótursmiðinni sem að ég sagði, mér er að flúri yfir þetta, ég hata þetta tattoo. Og hann sagði, segð mér eitthvað sögu um þetta tattoo. Ég segi hann þessu sögu og hann sagði, ég neita flúri yfir þetta. Þetta er góð saga, skemmtileg saga. Þetta er partur af sögunni. Hei, gerði samt vinnuna þeirna? Já, þú veist. Var þetta vinnuna, kannski bara svona, já, hei. Pínur aðgjöf fyrir. Ég veit ekki, ég held að fólk eigi líka bara stundum fær maður sér eitthvað flúr sem að tíminn dálítið svona ber af nettleikan maður verður stundum bara að setja sig við það og auðvitað getur maður að laga en síðan farið þér eitthvað nettara yfir síðan líða 10 ára viðbót og það er ekki nett þá er ekki hægt að setja neitt vona mér finnst þetta bara að vera hvert einasta flúr það er ekkert sem þýðir endilega jú, það er fullt sem þýðir eitthvað en það er ekkert allt sem er eitthvað þetta er út af því að ég var í heimspekilegum vangur nei, en öll flúrin sem ég er með ég man hvar ég var þú veist öll flest gætur ekki uppgöta nýtt tattoo á líkamleginu bara svona, wow, já, alveg þetta svona aftan á lærunni jú það er mjög það er með ég er með fucking flúr aftan á ég er með flúr aftan á kálfanum þú ert bara doing that for the people sko. Ég veit að þessin er ég líka miklu meira framan og ég ekkert aftan á en ég er með flúr aftan á kálfanum þegar ég fekk með flúrið þá var það sérst kona með lambúsettu að blása á byssu sem að þetta er svo mesta úlingatattu í heimi þessi stokkmynd á kálfanum strákur vinur minn sem var flúra sem var ég er með mynd fyrir því sem er nett og þetta var hvenær kom myndin hann að
hvenær kom myndin með James Franco það sem hann basically bara stál Riff-Raff, identity hans Riff-Raff Spring Breakers. já og þú veist það var þetta lúk var drullu fucking nett skilur 2012. já ok fekk mér aðeins setna samt og flúrið fyrst leita út eins og kona að blása á bessu sem með tímanum byrjaði flúrið svona eyðast aðeins og það leit út eins og kona í búrku að ussa Eftir maður geti séð þetta? já ég var samt búin að flúra eitthvað yfir það byrja maður sjá Manst ekki hvor? nei Já, þetta bara eins og kona í búrku að ussa. ég veit það En maður þetta er eitthvað gengst og tattoo. Ég hef aldrei séð þetta tattoo. nei Þess þú bara eitthvað svona... ég veit ekki maður ég hugsa þetta ég nenni ekki að hugsa þetta fram í tíma síðan mér finnst oft þetta er bara veist, my lifestyle skilur Ég verð að spyrja þetta er mitt líf guðs En þegar þú tattooði fyrst á þér fætunar og kálvana og svona já varstu í stuttbuxum svona 3 mánuði eftir það? nei En varstu alltaf að bretta upp á buxunar? Nei. Okay. Maður sé svo oft liðið sem nýbúið að fá sér tattoo. veistu hvað mér finnst finnast í heimi Hvað með það? þegar fólk er nýbúið að fá sér eins og tattoo á hnén og byrjar að gangi í rifnum gallabus ok, we get it þú ert með fucking tattoo, skilur að byrjar að gangi svona rifnum gallabusum og tattoo hann að geða þetta svona bla ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að dæma fólk fær sér tattoo og flassar í eins og vill ég er ekki með tattoo að því mér finnst það ekki nett ég er með tattoo að því mér finnst ég vanta meira og ég mun enda alveg komplett covered nema andlitið sko. Bara svo Lil Wayne eða eitthvað? Hann er alltaf með mjög mikið að tattoo í andlitinu líka Fyrir utan andlitinu tattoo? Já, ég held það En hvað þegar fólk er að fá sér sér... bara nett, þú ert ekki með neitt flúr? Nei, maður Langaði flúr? Langaði þig einhvern tíma ný flúr? Já, ég hef ofta eitthvað maður sem hlustar svo mikið á rap og er með alla þessa gæja skilur þessi idol skilur og hlýtur á einhverjum tímapunkti hafa verið bara herri ég ætti að fá FaceTat Já, sko náttúrulega ekki FaceTat, ég get alveg veikinn það en ég hef alveg hugsað eitthvað svona vá, ég var alveg til í slíf eða bla 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 ég hef svona, ég vil nafnið af þessum eða nafnið af mömmu minni eða bla 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 og svo, þú veist fer ég eitthvað að skoða og svona tjekka okkur um design, svo fer eitthvað aðeins að ímynda mér það þá bakka ég yfirlt út og svo kom bara tíma þar sem meðast allir verið með tattoo meðast er bara meira gengst að vera ekki með tattoo í dag Já, ég veit hvað minnar það er ekki, er það pirraður að þú veist, þú var svona early on the tattoo train skilur Já, nei, ég er ekki pirraður meðast fólk gerir þetta en mér finnst samt líka í dag út af því að það eru svo ógeðislega margir með tattoo að þá langar mig líka að vera bara með meira flúrum og mér langar ekkert að plana heldur ég er ekkert, ég fer oft ég panta mér oft 5 tíma fram í tíman og ég plana bara í stólunum Gerur það þannig? Pantar bara, ok, ég þarf að mæta þetta búm, svo er það komin Já, eins og sjátt á sko ég var alltaf lengi á Reykjavík og hjá guður sem heitir Chip Baskin Já, mæli með að fólk hvað hefur hann komið eitthvað í viðtalega? Nei, þú veist bara og mega sjátt á þau og hann og síðan hefur verið að fara á bleksmiðuna, hann er Dagur sem að ég hef verið að kíkja á núna undanfarið en ég panta bara fullt af tím fram í tíman sko En þetta bara eitthvað flakk á milli núna það er ekkert eitthvað og ég var að veikina ef ég var í tattoo-geminu ég myndi örugla og þetta er ekki diss og neitt tattoo-artista en ég myndi örugla flakk á milli ég er að flakka, sko ég var lengi á Reykjavík og bara og ef þú ert alltaf Chip Baskin er það ekki svona pínu Chip Baskin bragur af svolítið stórum parta líka Nei, en það fór líka til fleiri flúrara á Reykjavík okay. Og þau voru ofta að fá gestaflúrara og síðan eru þau náttúrulega með tattoo festival hverju ári Komum þá ekki bara legends út bara... Jú, það er svona eins og 2 flúrara sem er miklu uppáldi á mér sem eru frá San Francisco Hefur fengið tattoo frá þeim? Frá öðrum píu sem kemur, sem heitir Holly Og er það bara down payment, 1 milljón og... Nei, það var alveg dýrt, skilur
dýrara. Er þetta 50% dýrara? Nei, þú veist, ég borga það er svo erfitt, ég veit ekki hvað gangverðið nákvæmlega. Mér líður smá eins og flúrar ákveði bara þegar ég þar hvað þeir vilja að ég borgi. Ég bara eður pirraði kostar það eins með það. Já, mér líður þannig. Mér finnst þetta vera smá svona eins og bifvélavirkir. Mér finnst smá eins og þeir getur bara ákveði hvað eitthvað kostar í dag. Já, líka bara það eru nokkri staðir þar sem fólk getur verið bara já, ég meina þú skuldar mér 70 skall og maður alveg út af hverju. Já, til dæmis forritari. Já. Það var svona, hei, getur þú forritað þetta? 30 miljonir, svo getur þú tala á annan. 300.000. Já, bara fyrir eftir hvernig skapi lið já, út af því að maður veit ekkert þetta maður. Þeir getur að vera sagt bara, já, ég þarf bara að fara í JavaScript og gera bla 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 með Python og Veistu hvað mér finnst lélegast? Ja. Þegar fólk þegar fólk rukkar fólk mismunandi eftir í hvaða ápinnum. Já, Veistu hvað ég tala um? Er það með þeirra hækka verið fyrir túrista til dæmis eða? Já, og líka bara meðal, þess að þegar Bamar var á landinu, hann var að segja bara, liðir alltaf að rukka mig meira. Þú veist, þegar ég fyrir flúr, þá ég rukkað meira heldur en, og hann kallaði þetta don't be charging me some BAM money. Þú veist, hann var alltaf að segja, þú veist, þegar hann kemur, þá já, þú veist, þá bara hækka verðið. Af því að þau vita, ok, hann milljarða með ykkur. Ég mitt held þetta yrði ándjóks öfugt að þau myndi bara fá frítt tattoo. Stundum. Er það ekki oftast þannig? Stundum. Þú veist, það er náttúrulega beneficial fyrir staði að fá oft fræga eða Þess ég að segja það. Þú veist, bara eins og ég veist, bara fyrir eitthvað þetta er bara eins og þegar Channing Tatum eða eitthvað fór á prikið, skilur, allt í henni bara stappa á prikinu. Fór Channing Tatum á prikið? Var ekki hann sem var á landinu? Hvenær? Bara núna? Nei, fyrir 3-4 árum eða eitthvað. Ég er alltaf miljón celebrities komið hérna. Ég man ekki eftir Channing Tatum. Ég minnir að hann hafi verið, allavega, einhver frægur var á Íslandi og það var eitthvað svona rúmur að hann hefði farið á prikið. Hann hefði farið á prikið eitt saman. Og voru það bara allir til og býða til að kemur aftur? Það fara bara allir og eru bara, eitthvað svona, nei, veist, það er bara fyndið múasingur sem að myndast. Ég fór á Dolly eða Tivoli eða hvað það hét at that point þegar Frank Ocean var á leiðinu á eitthvað. Ég var líka þar. Í því partí? Já. Veist, pældi, og ég er ekki að dæma, ég skil mig langaði bara að mögulega sjá hann með augunum í aðstæðum. Já, en málega er það svo fyndið þetta því að... Þannig kom hann ekki? Jú, hann kom. Eða? Já. Ég er bara fullur. Nei, málega er að hann kom ekki að Dolly? Jú, ég veit á þetta hann sest til hliðina mér. Hann bara, jú, ég er ekki tjóka. Ok. Vá, hvað ég bara... Nei, mér var samt aðeins, sko, og hann var þarna í svona 3 mínútur, sko. Já. Og það hann, sko, það var eitthvað liðana og það var ógeðslega fyndin stemming og það var allir bara að bíða og allir voru bara lítið kringu sig. Það var enginn að skemmta sig, það var allir bara eitthvað, er hann ekki að koma? Ok, er það hann? Það bara einhver svartu gaurinn og allir... Já, og svo... Hefur séð það gerast á tónleikum þegar það kemur rótar eða eitthvað inn og Íslandingur fokkin vitlausir og byrja bara allir... Ég man að 50 Cent byrja allir að klappa og bara gaur rótar. Það er líka það sem ég ætla að segja. Fokkin racist. Ég heyrði alveg, það talið var svona, ég veit ekki hvernig hann lítur út. Getur þið bent mér á hann, skilur? Þá er þetta bara, hann er frægur og eitthvað. En svo settist hann og hann setti svona hettun yfir sig. Hann vildi bara eitthvað, ég ætla að fá að chilla. Og sest eitthvað hliðan á mér og félag minn og ég vil bara fá að chilla, fer in public. Já. Ég vil bara vera fyrir eftirpartið sitt. Fyrir eftirpartið og Dolly. Nei, en allavega, hann kemur, settist í sófan. Nei, það voru bara allir að bíða þannig, hann settist niður, hann sagði bara eitthvað svona, yo, what up, eitthvað gett svo allt, ekki svo þú varst með Young Thug, þetta var aðeins svalara. Hello, Mr. Thug. Og ég kom bara, yeah, what up, Frankie, eitthvað. Nei, þú sagði ekki. Nei, ég var bara eitthvað, Glætar og þú var eitthvað, what up, Frankie boy. Nei, en svo kom... Og gerði þið svona handshake sem endist gett lengi, svona... Ég er ántjóks, þú veit þetta vel orðað, handshake sem endist gett lengi. Við þurfum að tala um það líka. Ég elska hann handshake. Ég er bara, Fílar þið ekki það? Viltu klára Frank Ocean? Já, ef við séum taka, getur skrifa niður handshake sem fokkin endast lengi? Já, við þurfum ekki út af þetta er svo stutt. Bara málega að Frank Ocean sest og það allt í henni fréttist bara, á 30 sekúndum hann er þarna, svo bara koma endalaust að stelpum og strákum og hann bara, fuck this og fer.
moral of the story, chillum aðeins í kringum celebrities. Já, 100%. Leifa fólki bara að vera og anda. Handshakes. Síðan líka að láta fólk vera, hér er þumpöttaregla. Ef þú ert búin að drekka meira en 2 bjóra, ekki fara að tala við eitthvað sem er frægur. Vá, þetta er góð, ég hef viljað vita þetta í gamla daga. Ef þú ert búin að drekka 0 bjóra og þú hugsar, mig langar samt að fara að tala við þessa manneski, gerðu það þá, skilurðu? Það er bara basic, það er bara þú með rökhugsun og öllu líkið ferð og verður kurteis manneskja, skilurðu, og bara nice. En ef þú ert búin að drekka, ok, ég var að segja 3 bjóra. Ef þú ert búin að drekka 3 bjóra, ekki gera það. Af því að heilina þér er byrjaður að matlast aðeins, skilurðu. Þú ert ekki alveg með 100% rökhugsun og öllu líkitum ertu að fara þoglumælast eitthvað og vera bara frekar pirrandi og ekki lesa personal space alveg nóg mikið og þar leiðandi bara bad fyrir alla. Ég skildi ekki sko. Hello Frankie. Frank Óþun, sagði þú. Ég var eitru á það maður. Já. Bara eitthvað chill og dolly, bara eitthvað bíðu fyrir einhvern gæði sem ég aldrei hitt. En talaðu svona löng handshakes. Já, mér finnst bara ógeðslega fyndið. Við heldum við rætt þetta áður. Ég manna ekki, en tökum þetta allavega fyrir. Ætti ekki að vera, á ekki að vera bara einhver handbók fyrir handshakes. Það er örugglega. Nei, það er náttúrulega the old fashion, ég þekki ekki dálítið kalt og eitthvað svona valdabaráttu handshakes sem er, veist hvað ég tala um? Já. Það er bara the ultimate taki hendina á okkurum. Já, þetta er bara þarna uppi, niðri, miðja, báðar hendur. Bara hendi, eða það bara hendi og því svona hristið hann upp og niður. Og það þarf að vera til þess að það handshake make fullkominsens. Þá þurfa bara báðir að ekki kreista of laust, ekki kreista of fast. Og tala upp á 1, 2, 3. Það? 1, 2, 3? Já, þetta er ekki bara 1. Þá hættur þú bara við á leiðinu upp. Ok, þetta er kannski fín regla, en þú telur ekki bara 3. Þetta er bara taktur. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Og þetta er 1, 2, 3, þetta er ekki 1 Mississippi, 2 Mississippi. Það er ekki 3 sekúndur. Og ég, svo oft með menn, bara með einhverja menn sem að maður er að taka hendina og þeir eitthvað svona að sína mér hvað þeir eru sterkir með að Já, braka í hendina mér og bara það er, veist, þó sért ekki sterk manneskja, þá getur samt meitt á mér hendina að þú ert eitthvað að krista saman kúlurnar, beinin Já, en samt líka, það sem mest pirrandi þessa mannesku er að fyrst sem þú segir, þegar þú kemur, þetta var ekkert svo fast Segir manneskjan? Já, þetta var ekkert fast, ég var ekki að reyna að gera fast Ég var ekki að reyna að gera, nú erum við samt bara eitthvað Nei, Hefur þú farið á businessfund, tekið hendina okkur Ekki businessfund Meitt þig og manneskjan segir, þetta var ekkert svo fast Það er ekki businessfund Fórstu bara hittir eitthvað frá Pringles og hann bara, þetta var ekkert svo fast Nei, en þú fatt ekki við Tekur þú handshakes í dag? Nei, ég tók fyrsta handshake mitt bara í gær bara síðan COVID byrjaði Ertu að taka olbúa í olbúa? Já, ég veist ekki fíla það Ertu það olbúa, núna þegar þú hittir fólk á businessfundi tekur olbúa Já Mér finnst það, ég þólaði ekki sko Nei Maður fyrir ykkur svona chicken stance og maður er bara eitthvað hálfu chicken maður er eitthvað, miklu hressara maður er allt í innu ég veit svo mikið þú veist eitthvað, já, maður getur ekki þið langar svo mikið og ég segir eitt annað hvað? Ég er alltaf fucking 1.70 á hæð ég þarf alltaf að taka chicken and a jump það er air handshake þegar ég ger það þá þetta ætti að vera kallað chicken and a jump og lítur alltaf út eins og ég hafi verið að lyfta þungu en vil ég peppa næsta gaur sem getur ekki alveg lyft þungu hei gaur, sem getur þetta alveg ég er nefnilega, ég þól ekki út af því að pröfa að gera það handshake þú veist, þú er ímyndaðir þú tekur venilegt handshake og það bara svona blessaður þá getur líka haldið fjarlægð já, og toga hann að þér skilur já, hvað er eins og Donald Trump gerur ok
Nei, en ekki toga fólk að þér það er hægt skilur að það er bara, ef einhver myndi toga ég myndi bara kæra mannski, ég myndi toga hann af mér kæra hana fyrir hvað? Fyrir Líkamsárás? Já, sem ég minnst þetta vera og eftir með eitthvað sem sjáði hérna höndina mína Nei, ég væri bara, þessi manneskja var bara þetta var bara mannrán, skilur togaði mig eitthvað sem ég vildi ekki vera Já, ég var bara og svo togaði mig og hvað gerir svo? Það var bara búið þar Nei, en þú veist, hugsa á það þú getur tekið handshake og verið alveg bara svona pínu fúll út í aðalan skilur, já, blessaður Þú getur bókstaflega farið þú ert að kæra eitthvað fyrir að hafa svikið þig í business að þið labbið inn í réttasalinn og þið takið handshake Já. og það er bara mjög hostile handshake, skilur og setjum núna upp situationu það sem þið með ekki taka handshake og þurfa að taka chicken jump Já, þið labbið inn og þurfa að taka það bara strax þið bara, akkur ég kæra þig Já, bara, hey, wow, við erum bara homies En síðan eru svona gömul og hittir einhverju svona gauðra sem voru að stúdera 90s hip-hop sem voru úlingar in the 90s þá eru þeir með óþolandi handshakes Já Þeir taka sko, fyrst er að lófar saman renna aftur smetla smetla síðan fyrir ofan og neðan Nei Jú, hérna, svona og veist, og síðan veist, eftir að Scary Movie kom út eitthvað þá byrjuðum við að gera eitthvað svona og svona sprengja Ég fíla En þetta svona handshake ok, ég skal alveg vera samþykkur svona handshake ef þið eruð með leynistaf feðgar Það eru feðgar eða þarf að vera eitthvað aldurspil ég geti átt svona handshake með Stellu nei, það sem ég er að meina er þið þurfa að búa til handshakeið þú getur ekki reikna með því að einhver geti bara gert svona handshake að ég geti bara lesið Hefur eitthvað sem lent í bara eitthvað Já bara hei, blessaður, svo bara ert þú bara eitthvað, ha? Já, mega by the way, ég er alltaf að fá okkur svona scam ég er endalist að fá scam calls frá Englandi Það hefur ekki verið til í að svara því Nei, og hvað, og láta tæma bankareikningin En bankareikningin tengdu við Það er pottit eitthvað, veist, ég er með eitthvað En ekki bara að tala við og selja þig bara hugmyndina eða borgar eitthvað smá og fara gull Nei, ég held að sé eitthvað svona, þú veist, ég svara og það byrja að rukka bara eins og setja hringin í Eurovision eða eitthvað Já, eitthvað svoleiðis eða er að fara og alltaf stelast inn í two-factor það er eitthvað, sér ég ætla ekki að svara þessu en ég er ekki að tjóka, ég fá svona 5 símtölu dag frá fucking Englandi þannig að ég sé einhverju lista bara yfir lið sem er auðvelt að skema eða eitthvað Hefur þið verið skemaður? Nei, Nei. Ekki ennþá, bara 7-13 Sér maður, ég átti félaga sem kefti sér þvílið spenntu, kefti sér einhvern Audi-bíl í Þýskalandi, eða í Ítalíu og svo fer hann og pappa að sækja hann og komur að fyrir í gám og eitthvað svona þá bara skemm, bara borga bara eitthvað gæja fullt af miljónum Nei Oh my god Pældi hvað er pirrandi og svo er þetta bara út í Þýskalandi Ég hef aldrei verið skema þegar að köpa weed einhvern tímann í Portugal Það er basic Já, þá keypti ég oregano og dílaði glæpamann sem vissir að glæpamann og sér þegar ég fóð tilbaka og var eitthvað hei, þetta er oregano, ég var fóð að endur Það var selda, fekkst ég alveg eitthvað í hendunar Já, ég fekk, ég keypti weed skilur og fór síðan með eitthvað Sett á pítsu Nei, ég hefði ekki að elda pítsu kvöldi og að vera alveg, ok, fair enough en þetta fyrir lengu sko og fyrir eitthvað einmitt til hliðar, skoðu þetta ég fyrir að tala að gaurinn, bara, hei gaur, þú ert að skema mig þá kom bara svona 7 gaurar, og hvað? Ekki neitt maður takk fyrir oreganoð Geðveikt, ég reyki það bara En varst þú alveg bara, hljópst í burtu, varst ég bara fuck Ég var ekkert eitthvað fyrsta lagi er engin weed sérfræðingur Nei, ok Heldur þurfið þess samt ekki Nei, þú veist, ég var bara ekkert þetta var bara í flýti og þetta var fyrir löngu En hvaða tala fyrir bara næstu í 15 árum eða eitthvað, skilur En hvaða höstli þetta? Myndur þú vera til þú fer í eitthvað gengi hei, þú verður oregano-vaktina skilur þú Já, þú getur eiginlega ekki tengt I respect the hustle ef þú ert Þetta er náttúrulega ekki beint höst Jú Er þetta kannski mesta höstli? Ég held að, sko, þetta er alveg svo
þá ekki stelur búð ef þú átt peninga ekki stelur búð en ef þú átt ekki fyrir mat ef þú ert neðst í fæðukeðinu og börniðin eru svöng farðu bara steldu búð ég bara on jokes, do it en tjekka á þessu, ég pælti þessu mikið ég vorkinni fólki sem getur ekki sem á ekki peninga fyrir mat og ég vorkinni ekki 10-11 að þessi stóli mat og bleium þaðan nei, menna, í mörgum löndum er þetta ekki auðvitað mæli ég með því að auðvitað væri ég frekar til í að samfélagi myndi bara halda betur utanum þá sem að minni mega sín en því miður búum við bara í það kapitalisku ógeðskerfi að það fullt að liði sem að bara næri ekki endum saman þó að sé mér sér vinnu, skilurðu? Þetta er pínu heimskuleg spurning og skulum ekki fara of djúpt í hana ég ætla að spyrja í kringu þetta að tökum dæmi, þú ert bara störblongur og þú ert ekki með eitthvað bakland, skilur, þú ert ekki hringt í vinina og bara heitir aðeins lagt inn á mig þannig að þú ert komin í eitthvað situation þar sem að þú þarft basically að redda eitthvað þess að geta bara og fjölskylduninni hvort myndirðu A fara inn í eitthvað svona búð og bara ræna, hlaupa út eða gera smúð og labba út eða fara í verslunina og segja bara eitthvað svona maður talaði verslunstjóran og bara reyna að útskýra case er eitthvað séns að ég geti fengið bara pínu gjafabrjöf eða þú veist eitthvað þetta er hræðilegt þú veist, ég er ekki þú veist, mér finnst svo líklegt að fólk væri það eru svo miklu fátæktar fordómar líka í gangi og maður hefur séð fólk vera til þess að setja ná bara sko brall eða inn á einhverja Facebook síður þar sem er bara please leggja inn á mig penning og ég get ímyndað mér að sé það er ekki nóg mikið effort í því finnst mér og ég ætla að endur orða já en þú veist, maður getur bara ekki sett sig í þessu stöðu brask og brall og bara eitthvað að pósta það maður getur ekki sett sig í þessu stöðu við erum í svo mikill forréttinda stöðu að tala hlut sem við höfum aldrei upplifað og ég held að það sé rosalega erfitt og ég auðvitað er eitt og eitt case sem að er alltaf notuð þegar það er einhvers svona rökra fátækt og atvinnuleysisbætur og alls konar dót, það er alltaf eitthvað að fullt af fólki sem nennir bara ekki vinna og svindla bara kerfinu og fair enough það er rétt, skilur, en það er rétt en ég segjum að 100 manns fara á atvinnuleysisbætur segjum að 30 manns sé að svíkja bæturnar segjum 40, segjum 50 segjum að 50 sé að svíkja og 50 sé í alvörunni neyð þá er ég samt til í að hafa kerfi sem styður við bakið og einhver svindlar á til þess að hjálpa þeim sem að minna mega sín ég frekar til í að taka þungan af því og ég væri til að sjá samfélag sem myndi frekar taka þungan af því að ýta undir auðvitað þyrfti bara búið til og er alveg búið til einhver reglugerð í kringu það þannig að fólk sé ekki svindla á kerfinu en note to everybody ríkt fólk svindlar langmest á fucking kerfinu af öllum, skilur við? Já, ég samanlega því leið og fólk á peninga leið og fólk á ógeðslega mikið pening þá er það bara, hvernig get ég borgað sem minnst af peningunum svo ég geti átt sem mest af þessum ógeðs pening og veistu hvað minnst alltaf grillaðast til hvers að eiga ég veit að við höfum átt þess að samræða líka offer, skilur til hvers að eiga 1000 milljónir einhvers staðar sem að er aldrei snertar ég get skilið að expanda og gera fyrirtæki og þú veist að gera hitt og þetta en ég get ekki skilið að eiga bara eitthvað 1000 milljóna inn á einhverjum sjóðum bara að því þú ert að safna veldi, skilur og notar það aldrei og það er ekki snert generation after generation minnst það sick og minnst þetta að vera ólulegt og þú veist, já þú veist, ef þið myndi gera ólulegt þá myndið bara búið til eitthvað nýtt nafn yfir þetta, skilur. Ég veit á, og það er vandamáli er að ég held að mun aldrei koma almennilega lausn á þessu, en þess vegna held ég að sé best að lækka skatta. Nei, held að blanda hagkerfi sé alltaf Ég held bara því meira sem við lækkum skatta að því minna reyna ekki fólk að svíkja, sko. Þetta er samt svona þetta er eins og að segja bara því minna umferðarljósum sem eru því minna mun fólk svíkja umferðarreglunar. Þetta er
Já, veistu, mér finnst basically verið að segja það. Þetta bara, við skulum bara hætta að hafa skatta, þá hættir fólk að svíka skatta. Nei, ég basically að segja að ef bensín væri ódýrara, þá myndi fólk keyra meira. Held ég, sko. Já, en þú veist, síðan má ekki gleyma einu öðru. Við búum á eyju, út í raskati, þar sem allt viðbjóðslega dýrt, og það ótrúlega auðvelt fyrir markaðin bara stjórna verðinu as is. En það líka fucking dýrt að fljúa inn eða fljúa vörum eða sigla inn eða whatever, þannig hlutir verða dýrir og ég ekki að segja, veist, don't at me on this, skilur, ég ekki að starta einhverju fucking umræðina, en hérna það alls konar fríðindi sem við fáum á móti líka við að búa á Íslandi, skilur, sem að ég ekki að tala að kött á það, skilur, mér veist bara pínu grimt, þú veist, ef maður að horfa hérna á að ef þú ert með tekjur yfir 979.000 þá borgar 46% skatt. Já, auðvitað, hey, believe you me, heldur ég var ekki til að borga minni skatt. Ég heldur að það var ekki allir og ímynda núna, tjekka þessu skundi. Ég ekki með, en á meðan þetta svona, þá þarf bara eitthvað að breytast í stjórnsýslunni, skilur? Nei, en þú veist, hugsa þetta. Og félagaðinir, note to you, viniðinir, kapitalistanir, þeir á stjórnalandinu, skilur? Þannig að ef það hugsjónin, skilur, að lækka skatta, þá það eitthvað sem að við erum að tala um að var ekki forsætisráðurinn okkar að fela peningana sína, svíkjastunda er þá ekki skattur bara aðeins of hár eða hann siðlaus motherfucker sem að sækir síðan í völd og með tímanum spillist hann ógeðslega mikið og afmyndast bara af vanlíðan, skilur já, en ég bara, mér finnst eitthvað gett crazy við það, ég myndi að ég trú, ég til mis út af því að 979 skall ekkert crazy mikið fyrir skatt, sko. Þú veist, þá ég að tala þú ert með 3 börn og þú veist, þú ert að borga íbúð. Veist ekki hvað að tala um? Bro, fyrir 900.000. Þú ert ekki að fá það í hendunar, það tekið 46% á því. Segjum að ég og konan varum 500 skall. Já, en fólk heldur að fólk leikir sér ekki að því að fara rétt fyrir neðan skatli, efra þrep og finni leiðir til að en þá merkir að þetta eitthvað. Auðvitað, ég veit það, ég ekki með lausnin á þessu. Ég ekki með lausnin á þessu og hef í raun og veru engan áhuga á að hafa lausnin á þessu. Ég veit bara hvað mér finnst siðferðislega rangt að heiminum og ég get bara miðla þeim upplýsingum áfram og síðan er fólk sem að klára en ég sem að leggst í heimavinna, skilur Já, algjörlega ég myndi aldrei fyrir mitt litla líf vilja vera á neitt hátt að snerta á pólitík, skilur ég bara Já, ég hef ekki áhuga á pólitík en samt ekki pólitík basically allt, þú veist Jú, og þegar ég segi ég hef ekki áhuga á pólitík þá ég bara bulla Þú er mikið áhuga á pólitík, sko Já, en ég hef ekki, mér finnst til dæmis ógeðslega leiðilegt að fylgjast með stjórnmálumönnum mér finnst þeir aldrei gefa neinn svör og maður veit í raun og veru aldrei neitt og þetta sett og það sem að mér finnst leiðilegast sem að mér finnst til dæmis reyndar frábært sko og þetta ekkert minn flokkur en ég fíla hvað píratar gera til þessi umræðu þeir finnst oft svona tala beint út reyndar með tímanum þeir að spillast eins og allir aðrir og ótil hvernig gerist það spillast allir það engin leikurinn það engin ég trú ekki á meir þó að bara besta manneskja í heimi myndi fara bara Hafþór vinur minn og Heiða vinkona mín sem svona hreinar sálir ef við myndum fara í pólitík eftir 8 ár væru þau bara að einhverju leiti orðin rótin skilur það er bara partur af leiknum það væri náttúrulega bara 100% hætt skilur mig já hann hætti að breyning ég er alveg sammála og ég trúi því innilega að þú getur manneskjan, og það fer eftir hvernig við horfum á spillingu er náttúrulega mjög neikvætt orð en ég held að segjum að þú sem 300 skall á mánuði og ég sem 900 skall á mánuði ég held að mín lífsspeki verði alltaf spilt á þínum grundvelli og því hærra sem að ferði í fæðikeðina mundi alltaf sjá óskýrara hvað gerist fyrir aftan þig þú ert alltaf erfiðara með að tengja við gaurinn þess vegna ég tengi ekkert við manneskjuna
sem að stela en ég bara geðið samþykkur því undir réttum formerkjum og Ég held að þetta sé ekki glæpur að stela sér til það glæpur, það glæpur samkvæmt lögum Já, á Íslandi, en ég að tala þetta mörg lönd sem eru búin að eru ekki að refsa fólk fyrir það mér fannst til dæmis gott, það í Top Boy þáttunum þá var sett upp dálítið svona áhugavert scenario, þar sem að það kona sem fer í búð innflytjandi og hún fer í búð og hún kaupir smámat en stelur bleium og blauturkum og löggan kemur og það eru 2 löggur eitt racist piece of shit sem að vill fara með hann upp á löggastöð og bla bla og hinn löggan bara hei, hún var að stela bleium, skilur, ef ekki bara hvað meinar og það enda með að löggan sem var að segja hei, hún var bara að stela bleium borgar bleiðnar og segir bara, heyrðu, ég tek þetta bara á mig en hinn löggan áfram, heyrðu, hún var að stela, skilur, við verðum að fara og mér finnst þetta bara þetta missi mannlegheitin einhverstaðar á leiðinni, einhverstaðar og þetta alveg að sama og umræðan þegar við horfum ofta á fíkla og fólk sem í neyslu og fólk sem komið út á ranga braut í lífinu að við horfum alltaf á toppin á ísjekjanum sem basically þetta afbrotamaður, þetta dópisti, þetta ræfill í staðinn fyrir að horfa hvað var það í samfélaginu sem leiddi til þess að þessi manneskja var svona af því að það getur hver sem endaðana ándjóks, það getur hver sem endaðana, það er bara sýnt sig og sanna að þó að þú eigir fullt af peningum, skilur, þá getur líka orðið alkohóliskur lúser, skilur og ég meina það ekki lúser as in lúser, heldur bara að við þurfum að hætta að flokka fólk svona, sko. Já, ég er bara mjög sammálaður, sko. Þetta var alvarlegur endir á podcastala. Já, geggjað. Yes, sir.